Já, við ætlum að ræða náttúruhamfarir, Katla og máttur þess gríðaröfluga eldfjalls hefur orðið Þóri Kjartansinni ljósmyndara hugstæð. Hann býr í Vík og hefur undanfarið birt myndbönd sem ég hefur rekið augun í á samfélagsmiðlum með ýmsum fróðleik og þar á meðal upplýsingar ævaforn fangamörk í Helli sem nú búið að sópa ríkinu af, ef svo mætti segja, fangamörk manna sem unnu sér það til lífs að hafast við í hellinum á meðan Katla spjó, eldi og eimirju. Og ef tæknin ekki að svíkja okkur, þá ætti Þórir að vera á línunni frá Vík í Mýrdal. Komdu blessaður, heyrirðu ekki ágætlega í mér, Þórir? Jó, blessaður, ég heyri bara vel í þér, já. Gaman að hafa þið með okkur hér við Rauðaborðið á samstöðinni. Takk fyrir að taka vel í erindi mitt að heyra í þér. Mér langar kannski að byrja áður en við förum í þessa merku sögu sem ég nefndi í inngangnum að spyrja svona aðeins víðar og almennt. Varð Katla þér snemma hugstæð? Manstu hvenær og hvers vegna svona áhugið þinn á þessum hamförum og þessari hrikalegu eldstöð vaknaði? Já, það nú alveg ástæða fyrir því að ég ættaður hér austan úr Hjörleifshöfða. Já. Og faðir minn Kjartan Leifur, hann var í Höfðanum 1918 þegar að gaust, 23 ára gamall. Já. Og sagði mér auðvitað, skrifaði þetta reyndar, dálítinn pistil, en sagði samt alltaf að það var ekki hægt að lýsa þessum hamförum með orðum einum. Þær höfðu verið svo miklar. Já. Nú svo á ég eftir að rekja lengra, afi minn Markús Loftsson, hann skrifaði og gaf út 1880 lítið rit jarðeld á Íslandi. Já. Sem að þar náttúrulega talað Kötlugosinn eins og aðra jarðeld á Íslandi og þetta þótti nú svolítið merkilegt af bónda á afskekktum bæ austur í Mýrdal að gefa þetta út. Já, því trúi ég. Og svo svona til þess að krydda nú sögun ennþá betur að þá ég líka komin út af fólkinu sem að misti allt sitt þegar bærinn í Hjörleifshöfða fór í gosinu 1721. Nú. Ólafur Ólafsson og Sigríður Jónsdóttir, þau áttu heima í gamla bæjarstaðnum vestan undir Höfðanum þar sem talið að Hjörleifur hafi byggt og bærinn staðið alveg frá landnámi. Já. Og svo kannski það sem ég nú svona reiknastur allavega, læt ég það í veðri vaka, að ég átti líka formóður sem hét Jórunn Guðmundsdóttir og hún bjó á stórbýlinu Höfðabrekku árið 1660 þegar að Katla tók þar bæinn og kirkjuna. Ég líka afkomandi hennar og þeirra hjóna, Vigfúsar og Jórunnar. En Jórunn, hún varð eftir dauða sinn frægasti draugur okkar Mýrdælinga, Höfðabrekku Jóka. Já. Ég hef mjög gaman af að segja frá því. Já. Sko, hérna, hægt að fletta upp í þér eins og spjaldskrá? Veistu, ef ég spyr, sko, hvenær fyrstu heimildir í annálum eru Kötlugos? Já, það nú í þessum Kötlugossasögum þá nú talað 894. Já. Fyrsta gos í Kötlu. Já. Sem eyddi þá Dynskógahverfinu sem var margir bæir norður og vestur á Altaveri. Já. Það kannski aðeins spurning hvort að þarna gæti verið eitthvað að blanda saman Kötlu eða Eldjárgosinu sem var þarna með rétt fyrir 940. En allavega þá eyddist þetta Dynskógahverfi í gosi þarna þetta leyti og síðan hélt Katla áfram í áranna rás að eyða þessum byggðahverfum sem að örugglega voru þarna á Mýrdalssandinum. Lágeyjarhverfið sem var þar vestar á milli Hjörleifshöfða og Dýralækjarkvíslar. Segja sögurnar að það hafi eyðst í gosi 1311. Já. Og reyndar fyrr
sem að til skrifleg heimildum eittist bæjarhverfi heilmikið með 10 eða 12 bæjum og 2 kirkjum á milli Hjörleifshöfða og Hafuseyjar og var kallað Höfðaver. Já, já. Þannig að, það eru til dæmis það eru til skriflegar heimildir í biskupahannálum þegar þetta Höfðaver eittist. Það var rétt fyrir 1179. Já, já. Sko þessi umbrot hljóta hafa haft gríðarlega áhrif á byggðasöguna og viðhorf og svona kraft og hugrekki þeirra íbúa sem að urðu fyrir mestum syfjum. Þekkirðu það hvort margoft sem sagt jarðir eittust lágu niðri og svo kemur einhver og ákveður að prófa aftur en engin veit hvenær gís næst eða hverjar afleiðingarnar verður þá? Þekkirðu svona, hvað ég segja, félagssöguna í kringum öll þessi gos, alla þessa sögu? Já, sko, eins og ég segi, sko, Katla náttúrulega búin að eyða alveg ótrúlega mörgum bæjum hérna á þessu svæði. Já. Mýrdalssandurinn alveg frá Múlakvísl og austur á Kúðafljóti. Já. Í seinni tíð, í seinni gosum þá nú oft sagt að eftir öskufalli þá töldu menn að þessi jörðin yrði algjörlega óbyggileg. Mm-hmm. En það var nú oftast virtist nú vera eins og þetta mikla öskufall að það skolaðist af og þykji í burtu. Svona meira heldur en menn héldu kannski þegar þeir horfðu á þetta svona fyrst eftir að þetta gerðist. Já. Þannig að, það hugsanlegt að hafi farið bæir þarna í eyði efst í Skaftártungunni, allavega að hjálpa til við að þeir lögðust í eyði eftir 1918. Já. En það svona ekki mikla sagnir þetta, þessi mikla eyðing á jörðunum og bæjum gerðist fyrr á öldunum og það til dæmis búið að vera að grafa upp rústir af stór bílum þarna á svæðinu frá Dýralækjarkvíslinni, austur á Álftaveri og suður af Álftaverinu. Já. En þeir bæir hafa kannski ekki endilega farið í vatnsflóðunum. Þeir hafa alveg eins farið kannski bara af sandfoki og það hefur orðið óbyggilegt. Já. Farið af sandfoki svona á eftir hérna gosin og þannig fór síðasti bærinn á Mýrdalssandi í eyði sem hét Bólhraun. Þar varð óbyggilegt eftir gosið 1823 út af sandfoki. Já. Sko ég get sagt þér til gamans, ef við getum sagt að það sé gamanmál, það nú í sjálfu sér alls ekki, en ég get sagt þér svona til marks það hvaða alvöru Ríkisútvarpið hefur sýnt næsta Kötlugosi að þegar ég vann þar upp úr aldamótum, held ég að ég hafi störf þar, var þar í allnokkur ár, þá var til alveg sérstök mappa og sérstök viðbragðsáætlun við því hvað við fréttamenn ferillinn, hvernig við myndum bregðast við þegar næsta Kötlugos hefst. Og mér minnir að það hafi ekki verið neitt annað eldfjall sem átti í sér svona, eigin möppu, sérstaka viðbragðsáætlun. Það segir ákveðna sögu, ekki satt? Jú, Katla náttúrulega mjög hættulegt eldfjall og það eitt sem við vitum ekki því að 1918 voru auðvitað ekki komnir jarðskjálftamælar og þessi mælitæki, GPS-tæki sem nú eru og maður kannski að vona og mér þykir það mjög líklegt að fyrirvarðin verði lengri heldur en það var hér áður. Já. Það nú, og þetta mjög vel vaktað eins og þú segir og þetta var þarna í kringu 1970 sem að var virkilega farið að gera hér svona, almannavarnar áætlanir hvernig yrði staðið að málum ef að Katla bæra á sér. Einmitt. Og það víst engin lygi að það ekki Katla sem hafði áhrif á frönsku byltinguna? Já, það sagt svo, já. Ég hef nú kannski frekar heyrt talað Skaftárelda í því sambandi, sko. Já.
En það hugsanlegt Katlagaos nú þetta þessu gríðarlegu gosi 1755, þannig að þetta var nú mjög nálægt hvort öðru, sko. Akkurat. Já. Þetta ótrúleg saga og mér fannst líka ótrúlegt, Þórir, þegar ég rak augun í það tilviljun á einhverjum samfélagsmiðli í síðustu viku að að það til frásögn menn sem að voru á ferð, ef ég skil þetta rétt, þegar allt verður vitlaust. Viltu segja okkur þá sögu sem ég að vitna til, þá sem ég talaði hér í inngangi hellinn og fangamörkin? Já, það var þannig að í gosinu 1755 og það skrif það gos eru mjög áreiðanlegar heimildir, skrifaðar af 3 mönnum og Jón Sigurðsson sýslumaður hét einn, Jón Guðmundsson prestur í Sólheimaþingum og svo Jón eldprestur Steingrímsson sem var þá nýkominn hérna í Mýrdalinn. Og þar sagt frá þessum mönnum sem voru við skógarhögg í Hafursey. Já. Og þeir voru 4 þar en á sama tíma eru 2 útvegsmenn á leið út yfir Mýrdalssand. Og þá sjá þeir hvað í gangi og komust upp í Hafursey og þar héldu þeir til í helli sem þarna sunnan í eynni og heitir Sel og komust til byggða eftir 6 daga. Já. Voru þarna teftir í hellinum í 6 daga. Já. Og ég náttúrulega kunnugur þarna í Hafursey og vissi hvað þessi hellir Þetta var nú svona það bil að tínast þessi örnefni þarna. Já. En ég fékk þarna nokkra félaga mína með mér og við fórum og mokuðum út úr hellirnu sem var að fyllast af jarðvegi og öðru eins og gengur með svona hellisskúta. Hvenær var sá mokstur? Það var 2005-06 sem við fórum í þetta. Já. Og við vorum ekki búin að lækka gólfið mjög mikið, kannski 30-40 centimetra. Já. Því að sagan segir að þeir hafi höggvið nöfni sín í bergið, þeir við dvöldu þarna, en það var ekki alveg rétt, það voru fangmörkin þeirra. Já. Þau blöstu þarna við okkur, 6 fangmörk og 20. október 1755. Og þar af leiðandi finnst mér þegar að þessi saga var svona rækilega sönnuð og þessi frásögn þessara manna sem þetta skrifa að þá verði maður að trúa öðru sem þeir sögðu þetta gos sem að eiginlega með ólíkindum. Ég veit nú, þú ert nú kannski ekki vel kunnugur hér á þessu svæði. Nei, það ekki. Þarna rétt, þú veist kannski hvar Hótel Höfðabrekka Já, ég held að það skammt vestan við Vík eða Hótel Katla. Já. Þar vestan við ána stendur upp á töluvert háum hálsi upp undir fjallinu bær sem heitir Fagridalur. Já. Og þegar að ísinn og flóðið ruddist þarna vestur með hömrónum, þá var talið, menn óttuðust bæinn, að hann væri í hættu. Já. Og eins þegar það fór þarna vestur með hömrónum, þá segir sagan að Jakahrönnin og flóðið hafi náð hálfa leið upp á svokallað Sævarhólsnef sem þarna austast í hömrónum. Og sé það rétt, þá hefur flóðið og Jakahrönnin verið þarna cirka 30 metra há eða djúpt vatn og Jakahrönn. Og þetta eitthvað sem mjög og náttúrulega mjög ótrúlegt en miðað við hitt var rétt. Hvers vegna skyldi þetta ekki vera rétt líka? Einmitt. En sko, þú gast ekki verið viss þegar þið lögðu þarna upp að þið myndu finna fangmörk þessara manna. En þau sem sagt eru þarna og hefur síðan getur fólk farið þarna og skoðað þessar merku minjar? Já, það mjög auðvelt að komast að þessu. Það liggur þarna slóðið upp að Kötlujökli, þar sem mikið nú farið núna í íshellana þar og liggur annar slóði austur með Hafursenni að sunnan og þar í smá gildrægi þar bara rétt niður við sand og skammt frá slóðanum þessi hellir og reyndar annar sem aðeins neðar heitir Stúka
Og þetta var alveg sjálfsagðir áfangastaðir manna hér fyrr á öldum þegar þeir voru að fara þessa nyrðri leið yfir sandinn, sem sagt héðan frá Vík eða úr Mýrdalnum og austur í Skaftártungu. Já. Þá var Hafursey í leiðinni og þá áðu menn og gistu oft í þessum hellum. Og þannig að til dæmis í Stúkunni mjög mikið af svona ristum og fangamörkum sem að tengjast á bara þeim sem þar hafa gist í gegnum tíðina. Já, en það eru 270 ár liðin ef mér skjöplast ekki í reikningskunstinni frá árinu 1755 og sko það sem að vakti athygli mína var það að ég hafði ekki heyrt þessa frásögn fyrir að þú birtir myndband með þessum upplýsingum. Mér fannst þetta alveg stórmerkilegt og hérna segðu mér Þórir, hvernig fóru þeir að lifa af þessa, voru þeir inn í hellinum þessi menn alla þessa 6 daga, voru þeir ekki 6 dagarnir? Jú, 6 daga og það sem að bjargaði þeim að þessir útversmenn, þeir voru náttúrulega með sko nesti með sér eins og gerðist þegar menn fóru í útver. Já. Fóru með mat með sér. Já. Og þeir lifðu á því, þessum kosti þeirra útversmannanna. Einmitt. En lýsingarnar af hvað gekk mikið á þarna og meðan þeir voru þarna, þær eru náttúrulega ævintýralegar líka. Það hlýtur að vera. Þrumurnar og öskufallið og jarðskjálftarnir sem að fjallið lék á reiðiskjálfi alveg. Manni dettur í huga að þetta sé nú aðstæður þar sem hægt væri bara hreinlega að missa geðheilsuna. Já, það voru ekki verið uppörvandi fyrir þá og vita ekki neitt hvað þeir þyrftu að verða þarna lengi. En það kannski svolítið saga okkar Íslendinga. Við höfum náttúrulega oft búið við slíkan tíma að við vitum ekkert hvað gerist næst en áfram þreyjum við þorrann. Er ekki þessa frásagnin sem þú ert að skoða og þetta sem þú ert að segja okkur? Er þetta ekki í rauninni spegill íslensku þjóðarinnar hér fyrr á tímum, árhundruð eftir árhundrað? Jú, örugglega. Það náttúrulega alveg ótrúlegt hvernig fólk, það átti ekki annarra kosta völ en að reyna að þrauka í svona þessum hamförum og segjum eins og Skaftáreldunum sko. Já. En þetta Katla getur verið alveg, sko auðvitað eru Kötlugosin eins misjöfn eins og þau eru mörg. Já. En þessi 2 gos þarna á 18. öldinni, 1721 og 1755, þetta voru eftir sögunum og þessum annálum að dæma alveg gríðarlegar hamfarir. Já, það kemur þarna fyrir einmitt í þessari frásögn 1755. Það voru fleiri menn þarna á ferð yfir sandinn. Já. Meðal voru menn hesta að flytja tré, ég gerir ráð fyrir að það hafi verið eftir einhvern skógarhögg. Já. Voru þarna austar á sandinum, töluvert austar. Já. Þeir sjá hvað að gerast og þeir komast þarna upp á sandhóla. Já. Og þeir fóru ekki en hlaupið fór allt í kringum þá og bara nánast náði upp að löppunum á þeim. Já. Og þeir lýstu því svo, eða sagnarritari, ég veit ekki hvort var, að þeir sjá hlaupið koma að sér með svo miklum hasti og ofurmegni að þar verður engu til jafnað. Þetta nú svona einhver besta lýsing sem ég hef séð á Kötluhlaupi, ógnvænlegt. Þetta sko, ég var aðeins að lesa mig til eldfjallið á internetinu áður en við hófum spjall saman. Það segir hana að hún sé 30 kílómetrar Kötlu eldstöðin í þvermál. Já, Kötlu Askjan gríðarlega stór undir meiri hlutanum af Mýrdalsjöklinum. Já, og rís hæst yfir 1400 metra hæð yfir sjó. Já. Og í Kötlu öskjunni víðast 400 til 700 metra þykkur ís og skiptist í 3 vatnasvæði einkum. Það sem sagt Kötlujökull, Sólheimajökull og hver sá þriði? Já, svo Entujökull. Entujökull, já. Það hefur komið þar sennilega niður fyrir landnám. Já. Og
farið þá niður úr Markarfljóti og niður á Rangárvellina. Já. Þá var til þessi arfabót líklega sem að hefur brotið niður skóg þarna á sléttunni niður á Fljótshlíðinni. Já. Þú kannski hefur talað arfabót. Já. Nei, ekki fyrirgefðu drumbabót. Ég að blanda saman arfabót bærustur í Álftaveri sem var grafinn upp fyrir stuttu. Og það þetta eitraða samspil kvik og ís sem að sem sagt veldur því að gjóskan myndast eða askan, er það ekki svona megin skaðinn? Jú, svo líka spurning, þetta náttúrulega gríðarlega þetta eldgos, þetta svo ákaft að þetta bræðir náttúrulega alveg óhemju af ís en það líka eins og var 1918 að þá veit ég alveg sönnu á því að það sumar kom eiginlega ekkert jökulvatn hér úr austanverðum Mýrdalsjökli. Og það fær mann eiginlega til þess að álykta það að það hafi verið að safnast fyrir líka undir jöklinu gríðarlega mikið af vatni. Og þess vegna voru fyrstu bylgjurnar svona ofboðslega stórar þegar jökullinn brotnaði. Að þá hafi það verið í bland bæði bræðsluvatn úr jöklinum og líka þetta vatn sem hafði safnast fyrir. Allt sumarið hugsanlega af því að það náttúrulega algjörlega óvenjulegt að það komi ekki mikið jökulvatn hér úr Mýrdalsjökli hér niður Mýrdalssand á sumrin. Það bara nánast óþekkt. Og Mýrdalssandurinn bara mestallur myndaður, það ekki í þessum miklu jökulhlaupum sem hafa orðið í kjölfar Kötlugosa og Jú, hann allur því að sagan segir okkur að þetta hafi allt verið grasi og skógi vaxið við landná. Já. Og Katla bara búin að eyða þessu öllu í aldanna rás. Þetta auðvitað farið að gróa dálítið aftur núna því að þetta orðið svo langt goshlé og svo hefur verið græddur upp þarna, sérstaklega meðfram þjóðveginum. Já. Sandurinn, því að hann var oft ófær fyrir sandfók hér áður heldur en að það var gert. Einmitt. Stemmdi bíla, stórskemmdi bíla. Já. En svo segir líka á internetinu að Kötlugos hafa meðaltali orðið á 40 til 80 ára fresti. Og nú erum við komin 107 ár frá síðasta gosi. Já. Þetta myndband mitt sem þú sást þarna klippuna úr. Já. Ég gerði það í framhaldi, það var hér heilmikið tilstand og svona haldið upp á 100 ára gosamælið hérna. Einmitt. 2018. Já. Og það var mjög skemmtilegt og fróðlegt og kom mikið af fólki að því öllu saman. Og þá fór ég að safna svolítið meiru sem ég átti og gerði svo þetta myndband upp úr því svona. Já. Það ganni mínu bara. Já. Því að ég líka svona mynda áhuga kall. Ég ert ekki ljósmyndari? Bara svona fúskari Já. Ég ekki lærður ljósmyndari. Nei. Nei. En eru menn með öndin í hálsunum þá núna, samanber þetta sem ég segi, gosið verður að meðaltala 40 til 80 ára fresti, segir á Wikipedia held ég, og þeir eru komin 107 ár fram yfir meðgöngutíma. Já, það nú held ég mjög misjafnt. Já. Og ég held að það sé nú frekar við þessir gömlu sem að því að það var auðvitað talið bara alveg gefið þarna í kringu 1970 og jafnvel fyrr. Já. Þá færi Katla að koma því að það var bara hennar tími. Já. En síðan hún bara að gera þarna eitthvað sem að hefur ekki gerst langa lengi nema þá kannski bara fyrir landnám, þá hefur greinilega verið langt goshlé í Kötlu. Já, veistu hvort það eitthvað samhengi á milli þess hve öflug og skaðleg gosin verða og hve langur tími líður frá hinu síðasta? Ég held að sé ekki hægt að setja neitt á það, til dæmis eins og þarna þessi gos á 18. öldinni.
að þarna Gísur með þessu rosalega gosi 1721 og svo aftur 1755. Já. Þannig að svo eru þarna aftur 1823, 1806, 10, svona eitt með minnstu gosunum, allavega svona á seinni tímum. Þannig að það virðist ekki vera nein regla á því. Nei. Svo ég vitni nú aftur til fyrri starfa mína. Einu sinni var ég upplýsingafulltrúi Umhverfisstofnunar og þá sat ég fund með Víði og Almannavörnum og fleiri upplýsingafulltrúum stofnana víða um land þar sem við vorum að ræða nýja ógn í tengslum við næsta Kötlugos, hvenær sem það yrði, sem væri gríðarlegur fjöldi ferðamanna og jafnvel óskráðra ferðamanna, ef maður getur orðað það sem svo, og það er erfitt að koma boðum og upplýsingum til ferðafólk sem væri kannski þarna upp fjöll og fyrnindi. Er þetta eitthvað sem að þú hefur áhyggjur af? Já, það er alveg hárrétt. Það er nú kannski ekki hvað síst áhyggjuefni og því að það er náttúrulega orðið mjög mikið farið þarna upp að Kötlujökli. Já. En sem betur fer kannski að þá er ekki mikið umferðar svona af bílalegu bílum. Túristarnir virðast ekki rata þarna, þeir eru svona ómerktir þessi slóðar þarna upp úr og þeir virðast ekki finna þetta og það er gott að þessu leyti til. Já. Já. En það auðvitað eru þessir ferðamenn hér allt og mikið hætt á því að það gæti orðið misbrestur á að ná til þeirra í tæka tíð. Manstu eftir í hvort það hafa verið haldnir einhverjir fundir á vegum kannski sveitarstjórnar yfirvalda eða ferðaþjónustu aðila í héraði þetta sérstaklega? Ég ekki kannski sérstaklega svo ég viti, en það var alltaf síðast núna bara síðastliðið vor, þá var svona upplýsingafundur rýmingaráætlanir og annað eins og hefur verið öðru hvoru gegnum árin. Já. Og þar var þetta kannski ekki svona neitt aðalatriði á fundinum, en ég held nú því miður að þetta sé nú eins og við höfum séð kannski á snjóflóðasvæðunum að þegar lengra líður á milli þá fara menn að verða andvaralausir. Já. Menn eru núna að mínum dómi allt og kærulausir að vera að skipuleggja íbúðabyggð hér austur eftir sandinum fyrir austan Torfið. Það er nefnilega það. Það er fyrir sig að vera með atvinnuhúsnæði á þessum stað, en sko miðað við það er algjörlega öruggt að Katla kom hér eða flóðið frá henni kom hér út í Reynisfjall á gríðarlegu afli bæði 1721 og 1755. Hún kom hér út í Víkurá í ekki stóru gosi 1823 og það sem einu sinni hefur gerst, það getur gerst aftur. Við höfum séð það sem staðar í sambandi við snjóflóðin. Já. Og ég er ekki sáttur við þessi áform hér sveitarstjórnar að vera skipuleggja íbúðarhúsabyggð hér austur eftir sandinum. Geturðu verið aðeins nákvæmari í örnefnunum þegar þú nefnir þetta? Hvar þessi íbúðabyggð rís nákvæmlega? Já, bara áframhald hér austur á þorpinu. Já. Það er náttúrulega komin töluverð byggð hérna, svona vestur undir Víkuráni sem liggur hér í gegnum mitt þorpið. Já. En mest samt atvinnuhúsnæði. Já. Og svo eru taka við hérna Víkurhamrarnir, hérna austur úr, svona kannski 2,5 kílómetr. Já. Og þar var gerður garður frá svokölluðum Víkurkletti sem að skafar þetta fram úr hömrónum. Já, cirka 2,5 kílómetr hérna fyrir austan og niður á sjó. Og það er allavega núna ekki áætlað að fara lengra en austur undir það, þennan Víkurklett og þennan garð. Sem að mér finnst eftir að hafa kynnt mér þessar sögur
þá finnst mér hann bara nánast hlægilegur, sko. Þetta liggur við mannhæðarhárgarður eða lítið meir en það. Já, já, já. Og lítið grjótvarinn og það sem að náttúrulega sko miðað við svona flóð eins og eru þarna tíunduð að þá myndi þetta bara vera nákvæmlega ekki neitt sem að þessi garður myndi gera, sko. Hann myndi sópast í burtu á augnabliki. Já. Þú myndir Og ekki... það var, ég hef nú ágæta kunningja þarna í jarðfræðingum Magnús Tuma og Guðrúnu Larsen sem að mest hefur spáð í Kötlugosin. Já. Og svona, við höfum við Magnús ekki alveg verið sammála þetta að flóðið geti komið hérna svona vinkilbeigt eiginlega hér vestur með. En þetta hefur gerst. Já. Og faðir minn, hann sagði mér til dæmis að hann sagði ef að strandar stór jakarhrönn einhvers staðar á sandinum, segjum neðst í Múlakvíslarfarveginum, þá getur hún alveg vinkilbeigt flóðinu hér vestur með. Já, já. Þannig að það er svo margar breytur í þessu. Já. Já, en þetta er ekki alveg svona. Nei. Eða vonandi þá bara Katla sofnuð, þó að ég sé auðvitað hálf fúll yfir því ef að ég á ekki að fá að sjá Kötlugos. Allir forfeður mínir meira og minna lifaðu hræst í þessu, langt aftur í aldir. Já, þannig að þið sem sagt dreymir gos. Já, maður má ekki segja það. Nei, maður má ekki segja það. En ég skil hvað þú átt við. Og ein gaman saga í kringum það var hér sveitastjóri fyrir töluvert mörgum árum síðan þegar landbrotið hérna var að byrja í fjörunni. Ágætur drengur og hann fór með sjónvarpsmönnum hérna niður í fjöru þegar landbrotið var og sagði við þá, já, það sem okkur vantar, það er bara Kötlugos. Var náttúrulega alveg rétt hjá honum. Já. En þá var hér gamalt fólk sem að vildi reka þennan mann alveg á stundinni fyrir að vera að grínast með það að það vantaði Kötlugos. Já. Það var fólk sem að mundi eftir Kötlu. Einmitt. Maður skilur eiginlega bæði sjónarmið í þessu. Ég ólst nú sjálfur upp við hamfarir Kröfluelda. Húsið okkar í Mývatnssveitinni var nú bara eiginlega steinsnar frá hennum tíðu eldgosum sem að þar voru og ég man þá tíð þegar jarðskjálftarnir vökuðu manni í svefn bara kvöld eftir kvöld og þannig að þetta var einkennilegt samband sem maður átti við náttúruöflin. Bæði var þessi spenna og ákveðin gleði þegar jörðin rifnaði og allt fór á stað því að þá breyttist náttúrulega fábreytt sveitalíf drengsins sko en svo líka þessi ógn og líka þessi ótti og einmitt viðbragðsáætlanir með rýmingar og annað slíkt þannig að þetta eru flókin mál. Já, það eru það. Já. Já. En ég veit heilmargt núna, Þórir, það sem hefur verið þér hugstætt og já, ég bara þakkaði kærlega fyrir að ræða við okkur þetta. Mér finnst saga, þú segir fangmark en ekki fangamark. Er rangt að segja fangamark? Nei, það held ég ekki. Ég held að það sést alveg sitt á hvað. Já, mér finnst þú saga þarna úr hellinum alveg mögnuð og allt sem þú hefur sagt, það hefur svona, já, dýpkað minn skilning og aukið, aukið á fróðleik. Það verður spennandi að sjá ef það væri íþróttaþáttur og ef þú værir svona einhver fréttaritari. Þá myndi ég örugglega spyrja þig hvenær heldurðu að gjósi næst í Kötlu, Þórir? Ef að breyta þessu íþróttaþátt í lokin og ég svona bið þig að velta þig fyrir þér hvort þú ert með einhverja svona tilfinningu fyrir því. Nei, ekki hina minnstu. Nei. Það er bara þannig. Nei. En við erum sammála að það mun gjósa eða hvað? Ég býst nú frekar við því að það verði, já, það er bara spurningum hvað verður langt á milli. Einmitt. Kæri þakkir, Þórir Kjartansson, búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að ræða við þig og
Gangi þér allt í haginn, einhver sagði mér að vera 82 ára, það lítur að vera lygi, það ekki? Nei, það bara staðreynd, sko. Það bara staðreynd. Já. Já. Ég vona að það sé verið að festa fróðleik þinn og hérna, sem sagt, kunnáttu einhvers staðar bara á bókband eða eitthvað, það sé ekki bara myndböndin sem þú ert að sýna okkur. Verðum við ekki að fá þína kunnáttu á bók eða hún kannski þegar komin út á bók? Nei, ég er meira í myndatökunum en skriftunum og þess vegna gerði ég nú þetta myndband og þar drep ég á mjög margt af því sem kemur fram. Ég er engin jarðfræðingur, ég er mjög lélegur í jarðfræði. Þess vegna ég bara að fjalla þarna sögurnar og það sem þær segja okkur. Já. Og sýni þá leið landslagið þar sem að hlutirnir eru að umfjöllunarefnið Já. Og það þó ég segi sjálfur frá, það hérna töluvert mikill fróðleikur í þessu Já. Sem þarna tekið saman og svo auðvitað styðst ég líka við þessar frásagnir fólks eins og föður mín sem varð vitni að þessu og fleiri hér. Og ég hef sagt þeim jarðfræðingum vinum mínum ýmislegt sem að þau vissu alls ekki, til dæmis gosin 1918. Einmitt. Það var til dæmis alveg ákveðin atburðarás sem gerði það að verkum að því þetta var nú eitt af stóru hlaupunum, að það kom ekkert vatn hér vestur með Hömrum, áleiðis til Víkur. Nei. Það of langt mál að rekja það, við erum búnir með tímann. Já. En það var alveg ákveðin atburðarás sem var þess valdandi að hlífa okkur við því í þessu gosi. Einmitt. Haltu endilega áfram Þórir að grúska og miðla og kæra þakki fyrir spjallið og vertu blessaður. Já, takk fyrir sömuleiðis, blessaður. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með nýjan kafla hér eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is